Það sem ég ætla að fara yfir, nú erum við back on track. Saga og hlutverk sérfræðinga, ég ætla að vera fljótur. Ég ætla að tala líka staðsetninguna í skipulagi á Microsoft-hópnum okkar. Ég ætla bara að segja líka aftur, ég að tala um fólk, en núna við vorum búin að tala um silikon og kísil. Nú erum við að tala um karbon, ég að tala um fólk aðalega núna. Áherslur Microsoft sérfræðingahópsins og helstu verkefni. Og svo sjálfur hópurinn. Þessi hópur er settur sem þetta laginnar 2011 í mars. Þannig að þetta er nýtt fyrirbæri að við séum með Microsoft hóp innan Nígería. Upphafið þetta sennilega það var fókusun mest á rekstrarverkefni en þetta hefur fæst meira yfir í ráðgjöfun og innleggingar. Það sem ýtir í þangað er vantilega þessi yfirstandandi bylgja nýjunga frá Microsoft og trúlega hafa íslensk fyrirtæki verið að halda svolítið í sér undanfarin ár og það er svona einhver svona smá stífla sem er að byrja að koma sprungur í. Þetta fólk sem í sér helstu sérfræðingar, þeir voru sameinaðir í stað, helstu sérfræðingar sem Nígería voru teknir og nú skulum við fókusera svolítið á Microsoft og setja það á eitt stað. Gefa þeim support með aukinn fókus með stuðningi frá vörustjórn, lausnaráðgjöfum eins og honum Snæbjörni Inga sem hjálpaði mér hérna áðan og söluteymi. Svo er þessi spurningin, er pláss fyrir Microsoft? Það er mjög breitt lausnaframboð, allt frá viðbörðarþjónustu og hljóðkerfalegu innan Nígería að stórtölvum, alrekstri sem felur í sér allan miðlægan rekstur 24/7 vöktun, mönnuð vöktun hérna, allan sólarhringinn og vettvangsþjónustu og já, það er vissulega pláss fyrir Microsoft. Eins og Þorvaldur kom inn á upphafi, þá eru 70 manns sem hafa Microsoft vörur hérna innan fyrirtækinu sem setja aðal verkefni og viðfangsefni. Ég ætla aðeins að nefna þetta skipulagið, bara örstutt. Þetta er sem tæknisvið Nígería. Það eru sem 3 meginsvið hérna, þar sem við erum með rekstrarlausnir, þar sem hérna er IBM-kassinn. Við erum líka með prentlausnir og tækniþjónusta. Hérna erum kallarnir með skiptileiknuna og dísil í blóðinu og vélasali. Svo erum við með sérfræðilausnir hérna. Hérna er Microsoft-lausninar og svo er umsjáin hérna. Það sem er náttúrulega sérstakt hérna eins og var komið inn á það. Ég er hérna á 2 stöðum. Þannig að ég heyri svona undir 2 herra. Eða þetta er nú Linda hérna. Þetta er herra og frú. Þannig að þá komið herra og frú Microsoft. Þú er búin að finna þig. Það er sem sagt bara að undirstrika það. Þetta er svolítið óvenjulegt. Þetta er mikil styrkur sem við fáum með þessu. Hérna á milli, sem sagt, því að ég veit hvernig þetta er gert annars staðar, að þar er svolítið stríð á milli þeirra sem eru útseldir og þeir sem eru að reka, sem sagt, kerfisleifuna eða umsjóna eða hvað við köllum það. Styrkurinn felst í því að hérna geta kerfis, sem hérna þessi sami millilegur hérna og sem sagt, passa það að samskiptin séu í lagi hérna og þekking flæði á milli. Og líka resursar séu alltaf notaðir það sem er þörf á þeim. Ég get þess vegna tekið einhvern og geri það. Ég tek einhvern úr sem er kerfisstjóri í umsjóni og selja hann út í bæði því að það vantar svoleiðis resurs. Annars staðar þá er það ekkert augljóst af því að það getur verið svona innanhús rígur sem stoppa slíkt. Þetta er styrkur. Þetta er svona hugrökk ákvörðun sem er spennandi að taka þátt í. Ég ætla að segja aðeins áherslunar hjá okkur. Það er þessi innviðir, ég ætla bara að vera snöggur. Þetta er þessi kjarni sem hann Addi var að tala um áðan og Arthur og hérna
það fylgir í sig þessi mörgu ról í sjálfum Windows server. Active Directory og hönnun á því og ADFS og hvað sem er. Og við byggjum náttúrulega ekki hús nema að hafa góðan grunn. Og dreifing og stjórnun. Microsoft hefur lengi haft þessi tilburði eins og þetta er svolítið löng saga. Við byrjum með SMS-server. Við munið eftir, elstu menn hérna munið eftir SMS-server. Þið vitið hvað það var að tala um. Elstu menn. Hvar eru þið? Nei. Elstu menn, þeir eru hérna nálægt. Þeir sem eru hérna þess að heyra vel. Og þeir sem eru lengri burtu, þeir eru til þess að sjá. Þeir eru að hafa allt langt frá sér. Það er svona ýmsar ástæður en það eru elstu menn sem munið eftir því. Og þannig að þetta hefur langa sögu og sko ég ætla bara að segja það með System Center Suite-una 2012 að það er eitthvað nýtt í gangi. Þetta er búið að vera lengi í gerjun. Þetta byrjaði hérna 2007 og svo kemur hérna servicepakki 2009. En það er alltaf búið að vera að tala um eins og 2012 sem er að koma og núna erum komin og það er verið að ráðast á adressa þarna hluti sem er búið að vera að gagnrýna allan tíman. Þú veist, það er alltaf verið að gagnrýna. Netkallandi vil ekki fá þetta því þetta er ekkert að nota þetta til þess að stýra netbúnaði. Unix og Linux drenginni vil ekki hafa þetta því það er ekkert að stýra, þú veist, þeir spila ekki með. Þú veist, það er verið að adressa þessa hluti. Og það eru líka hlutir eins og það er betri ITIL stuðningur, helpdesk portalir í boði. Linux og netbúnaðar, sjálfvirk leit að tækjum og neti eins og við sáum hann snæpið sína á hann. Og það er einnig nýju fítusar í formi svona fyrirtæki sem að Microsoft hefur keypt og innlimað og sett inn í lausnina. Og það er til dæmis dæmi það er Opalis sem heitir þá Orchestrator núna. Það er þetta sem maður var að segja frá sem er einhverjum svona workflow engine, þú veist. Ef það kemur nú villa upp hjá okkur, það er hringt í kerfistjórann, hann gerir alltaf það sama, þú veist. Er þetta pinga þjónin? Þú veist, kemur vefsíðan upp eða ekki? Hvað stendur á vefsíðinni núna ef hún er uppi? Bara stendur hérna network villa eða er eitthvað content? Þú veist, það er alltaf að gáa sömu hlutunum. Og líka alltaf gert í kjölfæri, alltaf sömu hlutinni gerðir. Ef þetta er vefþjóð, þá er alltaf farið bara ES reset, bara resetum drasli og aðtökum þetta rökki í gang. Og ef það gerir það ekki, þá prófa aftur. En það er alveg eins gott að láta bara einhver vélmenni gera þetta bara allt og svo ef allt klikkar, þá veistu að það er skítur við þinni. Þannig að þetta er eitt af því sem heitir núna System Orchestrator og svo til AV-code, ég veit ekki hvort ef við hirtum það. Það er annars svona brotið sem að vera innlimað. En það er svona, ég hef tilfinningu þessi mikið af kerfistjórum við það. Þið skiljið hvað er mann að tala um. Það er þetta stríð sem er í gangi á milli til dæmis forritana sem bjó til lausnina hérna, .NET forritana sem bjó til veflausnina hérna og þín og svo netmaðurinn einhvers staðar og svo diskastjórinn. Það er allir þessi hópar sem eru að þegar það kemur vandamál upp á hægagang þetta er þér ekki hana. Nei, allt er væg á mér, þetta er þér ekki hana. Það er alltaf, þetta er í netinu. Við segjum að þetta er alltaf í netinu, en netstjórinn segir kategóriskali, við neitum öllum netvandamálum. En við þekkið það. Sko, þarna er AV-code er tugbúnaður sem er fyrirtæki sem er keypt inn og hérna sjálfvirkt á þess að forritarinn það þurfur þetta að gera. Það var búið að setja krækjur inn í .NET-kóðan þannig að þú getur tímamælt það tók 2000 millisekundur að fá þessa vefsíðu upp. Svo viltu kannski mæla, það liði 3 millisekundur frá að notandinn smelti á linkinn og við byrjum að gera eitthvað og í netlæginu liði einhverjar aðra 3 millisekundur en svo liði 900 millisekundur við að við vorum að leita að býða eftir að SQL-in svaraði. Þá er þetta svona, að þetta er SQL-in, ef við ekki bara einbeitt okkur á því. Þetta er alveg mjög sniðugt, þetta er svona troubleshooting bara in production, kallar þetta. En því miður fyrir þess að drengi sem að skrifa þetta ágæta forrit, þá eru þeir sem sagt, Opalis, þeir fengu þannig luxus að fá allan nýtt nafn, það heitir Orchestrator. Opalis heitir bara ekki neitt, það er bara púf, það er bara farið. Opalis er bara orðinn fítur sem er bara innbyggður, þið sjáu hann eitthvað ekki, þetta bara virkar. Ég myndi ykkur að vinna á svoleiðis fyrirtæki, það er bara horfið, allt sem hún gerir, það er bara... Það eru fleiri sem að því það er svo gamlir hérna menn, við munum þetta ClearType. Það er gamall maður sem fann upp ClearType, það er svona skoskur hippi sem heitir Bill Hill.
Þetta ævistarf hans. Vitið þið hvað cleartab er? Þetta er hérna til þess að láta LCD-skjái skrifa fonta fallegar, þannig að rúnast af rétt miðað við LCD-skjái. Og hérna, ævistarf hans, doktorsverkefni, hann helga lífsitt þessu og þegar þetta kom í Windows XP fyrst, þá var þetta bara svona drop-down, hún getur valið þetta eða ekki. Ævistarf hans. Og hérna, þessi betur henn nú að vera að púka upp á þetta aðeins aftur núna og hérna, það eru komnir svona vissardar til þess að fíntjúna þetta hérna, þetta var default frá með Vista og núna er verið að púka aðeins meira upp á kallinn. En allavega, það eru mikla framfarir í öllum frontum allstaðar í þessu kerfi hjá okkur, ég sendi í Systemcenterinu og við erum hérna, mjög spennt að fá að vinna með þessu og með ykkur viðskiptavinum okkar. Fikta þessu og uppgöta hvað er í boði. Svo ætla ég að segja frá samskiptalausnum. Þar við leggjum upp úr öflugri þekkingu á Exchange server allt frá 2000. Við erum vinda með einn upp í hillu hjá okkur sem kann á 5.5 en það er svona sögur sem maður getur sagt frá því. Og hérna sögur sem ég kann ekki, ég kunni fullt af sögum, þá kann ég ekki svona gamla sögur en hérna það eru einhverjir hérna svona sem kunna Exchange 5.5 sögur. En allavega, það sem ég ætla að segja er að hérna, við erum rútínaðir í set uppfærslu, hvort sem við erum að uppfæra upp í cloudi eða on-premise. SharePoint-lausnir hafa síðan fengið stóraukna áherslu. Við erum að taka við verkefnum sem voru áður í TM software og það er svona vera að skerpa fókus á báðum stöðum með því að TM software ætlaði ekki að gera þetta lengur og við ætlum að taka hana bolta. Við erum þá núna að bæta á þekkingu okkar þarna og bæta við fólki og þjálfa núverandi mannskap og bæta við nýjum. Og já, það sem við ætlum að einbeita okkur á rekstri, innleiðingu og ráðgjöf. Link, það er djúp þekking á linkin í hér og einnig símkerfissamþættingu. Þetta er það sem þetta er bara, hefur komið helst í gegnum umsjárverkefni okkar, kerfislegu eininguna og við höfum orðið sterkan grunn í Office 365 innleiðingu. Við sinnum ráðgjöf, skjölun, þetta er bara svona þetta basic, stýrum og framkvæmum innleiðingar á nýjum kerfum. Við þekkjum vel sýndarvæðingu, bæði servera og útstöða og við erum mjög einbeittir í Windows 8 og 2012 eins og við komum fram hérna hjá þessum drengir sem voru hérna undan mér. Nýleg verkefni hjá okkur, Office 365 innleiðingar, við erum með við getum sagt að það séu 2500 notendur sem við erum búin að lyfta upp í skýið og eru þar og ég held að þeim líði bara vel. Meðal annars, maður nefna kannski einhverja viðskiptavinni þá er það Samskip og nei. Þetta er sjá hvað stendur hérna. Hvað er í matinn í kvöld? Stendur ekkert samt í tíma sko. En hérna já, það sem ég ætla að segja er að þetta eru Samskip og Air Atlanta sem eru svona þeir stærstu sem við höfum lyft upp í skýið. Og umsjá, eins og ég sagði er stórkunni hjá okkur, mikið samstarf þar og Link er svona það sem við bjóðum okkar bara umsjárkunnum, bæði sem fjarfundabúnaður og símalausn. Systemcenter, SSIM hefur innleitt þegar nokkur stöðum og eins og því réttum nokkur upp hend. Þá er eins og það sem er minna gert að það er hérna Systemcenter Operation Managerinn eða SCOM-ið og þar eru við að stíga svona varfærin skref í átt að innleiða það í umsjónu hjá okkur og ákveðnum pörtum hjá okkur.
drengirnir eru, ég kalla á drengina, þetta eru drengirnir mínir. Þeir eru flinkir í að snara fyrirtækjum úr ýmsum póstkerfum yfir í X-Change 2010 og það gildir alveg sama hvaða póstkerfi er. Ég er samt að hugsa eitt póstkerfi, aðalega. En við erum mjög góðir í að móka því yfir í X-Change. Hvort sem það er on-premise eða í cloud. Þetta eru hópur vörpulegra drengja með stuðningi frá þessum 16 Windows-kerfisstjórum í umsjá, með fjölbreytta menntun, reynsla, 10–26 ára reynslu í faginu. Við getum lesið þetta er hérna BSCB, FIH, ABC og hvað þetta heitir. Þetta er allavega mikil súpa af vottunum og mikil reynsla sem er á baki þessu. Þarna eru gráður sem eru nú ekki allar Microsoft en flestar eru Microsoft gráður hana. Þetta er að verða búið hjá mér. Ég ætla bara að fá að smella einni í viðbót. Þetta er sem þessi litli sæti hópur. Hérna eru nýbúin að borða og hérna búin að fá að leika sér aðeins og mjög glaðir og þeir eru þurrir og ánægðir og tilbúinir að takast á við verkefnin með ykkur. Takk fyrir þetta.